kannski einfaldasta spurningin þetta nóg? Þessir fjármunir sem við erum að setja til hliðar núna, þetta eru fjarri þeim upphæðum sem hafa verið nefndar í þessum greiningum og þessum skýrslum sem ég nefndi hérna. Kannski ekki svo fjarri ef við horfum á 15 ár. En af því að við höfum ekki þolinmæði til þess að bíða til 15 ára, þá myndi ég segja að auðvitað myndi við gjarnan vilja sjá meira. Við erum hins vegar, kannski, og það það jákvæða, að í síðan 5 ára áætlunni, sem svona framkvæmdaáætlun, þar eru bara niðurnjörvað ákveði fjármagn hverju ári til næstu 5 ára. Og það núna í fyrsta skipti í samræmi við 5 ára fjármálaáætlun. Þannig að það tala algjörlega saman. Þannig að menn geta horft á og sagt, þetta hér, þetta verður framkvæmt innan þessa ramma. Það hins vegar þannig að á seinni hluta 5 ára áætlunarinnar þá minnkar framkvæmdafé. Við erum með átak í raun og veru núna fyrstu 3 árin en á 5,5 milljarða til viðbótar, 16,5 í allt, á næstu 3 árum sem síðan dettur þá út við núverandi fjármálaáætlun og ég hef horft á það þannig og sagt að þess vegna ég með þennan starfshóp gjaldtöku í vegakerfinu, semst framkvæmdir fyrir utan fjármálaáætlun, fjárlög og samgönguáætlun, að það sé einhver verkefni inn í samgönguáætlunni sem við gætum hugsanlega tekið út úr og framkvæmt með einhvers konar gjaldtöku. Það eru 2 ástæður fyrir því. Annars vegar tekjugrunnur vegakerfisins, það að segja peningandi sem við fáum af eldsneytisgjöldum, hann mun fara minnkandi á næsta árum í samhliða því við fjölgum rafbílum, metanbílum og vetnisbílum og slíkum nýorkubílum. Þeir þurfa þar alveg að greiða auðvitað fyrir aðgangina og notkunna sínum af vegakerfinu og þess vegna erum við að horfa á breytingu á gjaldtökunni. Og í tengslum við það gæti líka velt fyrir sér hvort ekki væri hægt að útfæra gjaldtöku á einstökum framkvæmdum. Það orðað í samgönguáætlunni, til dæmis nýr láglendisvegur Mýrdal með göngum í gegnum Reynisfjall. Það talað um Sundabraut í slíku samhengi og reyndar í verkefnislýsingunni og samstarfinu við sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðið.